Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangurinn. Gefum Silju Úlfars orðið. Hjá mér situr Kristín Þórhallsdóttir, líklega sterkasta kona sem ég þekki. Hún kraftlyftingakona úr Borgarfirði, dýralæknir og 2 barna móðir. Kristín margfaldur verðlaunahafi á heimsmeistaramótum og Evrópumeistaramótum. Eins og ég segi, sterkasta kona sem ég þekki. Við ætlum að spjalla við henni í dag og fræðast aðeins kraftlyftingar, en áður en við byrjum, þá ætla ég að sjálfsögða að þakka samstarfsaðilum Klefans. Það Lemon Auður, Útilíf, Hafið fiskverslun og Nutrilink. En hjá Lemon þá finnurðu ferskan og safaríkan mat, hollur og góður valmöguleiki fyrir fólk sem að huga að heilsunni. Og þau eru gjörn á að koma nýjungar, það alltaf gaman að prófa nýjungar. Auður, hjá Auði þá blæstu lífi í sparnaðinn þinn, það borgar sig að ávaxta með Auði. Ávöxturinn hefur aldrei verið einfaldari og það ekkert mál að stofna reikning. Útilíf, Útilíf 50 ára í ár. Það íþróttaverslun fyrir allt íþróttafólk. Íþróttaverslunar eru í Kringlunni og Smáralind og útivistarverslunin í Skeifunni. Og sjálfsögðu við að óska þeim til hamingju með 50 ára afmælið. Hafið fiskverslun, ferskur fiskur, beint í ofnin, tilbúnir réttinir. Ég að segja ykkur að þið þurfið að prófa það. Hafið með 2 fiskbúðir í Hlíðasmára og í Spönginni. Hvet ykkur til að leggja leið þangað. Og svo það Nutrilink, töfralyf fyrir liðina, að minnsta kosti aðstofa mig og marga í kringum mig. Ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur og prófa svo Nutrilinkið. En Kristín, vertu velkomin. Takk fyrir. Herðu, sem sagt á okkar yngri árum, þá vorum við að keppa við hvora aðra í spretthlaupum. Við vorum saman í landsliðinu í frjálsum, kepptum í bóðhlaupum og svona. Og næsta sem ég veit, þá ertu bara dýralæknir og svo sterkasta dýralæknir í heimi. Já, sterkasti dýralæknir í heimi, já. Það kannski hægt að segja það. Ég alveg vissum að það sé ekki til sterkari dýralæknir. Já, ég hef ekki kannað það, sko. En svona í ganni, út af frjálsveita tengingunni, þá fletti ég sko upp árangurininum. Út af því þú ert náttúrulega augljóslega power kona og þú átt sem sagt í 100 metra hlaupi, 12.62. Og í langstekki, þú varst nefnilega mjög góð í langstekki líka, þá áttu 5.58. Já, ég veit náttúrulega, ég veit kannski ekki alveg fylgst með hvernig árangurinn í dag hjá spretthlaupurum og langstökkurum, en þetta þótti gott á þeim tíma. Þetta mjög fínt í dag, sko. Já, og mér fannst langstökki ótrúlega skemmtileg grein, það var alveg svona uppáhaldsgreinin mín, en ég var líka mjög mikið í 100, 200 og 60 metrum, þar á yngri flokkunum. Það hendaði þér náttúrulega, því að þú ert rosa power í þér og ég man alveg bara, þú varst nefnilega góð að starta og svona, sem að meikar alveg sens fyrir powerið, en svo varstu samt ekkert geggjuð í kúluvarpi. Nei, í öllum kastgreinunum, að því einhvern tíma pröfaði ég fjölþraut og maður náttúrulega, þegar maður var að byrja í frjálsum að pröfaði maður allar greinarnar, það var bara svona alhliða þjálfun áður maður fór í svona sérhæfingu, þannig var það í frjálsum og ég gat ekkert í þessum köstum, sko, en hafði sprengikraftin sem nýttist vel í spretthlaupunum, stutturhlaupunum og langstökki. Ég hefði alveg haldið að það myndi nýtast í kúlunni, sko. Já, en þetta líka svo, sko, sérstakt, líka kannski að því að í dag ég í kraftlyftingum og kannski svona ég frekar þungum þyngdarflokki í kraftlyftingunum, að það keppt í þyngdarflokkum og þegar fólk fréttir að ég hef verið í frjálsum, þá einhvern veginn svona staðalímyndin sem fólk hefur á manni að maður kom úr köstunum, sko. En ég var náttúrulega mikið léttar á mér þegar ég var í spretthlaupunum og það kemur fólki mjög mikið óvart að ég komi úr spretthlaupum og langstökki, en það samt þessi sprengikraftur og styrkur í fótunum sem hefur hjálpað mér í kraftlyftingunum, vil ég segja. Já, en sko, ef við byrjum bara, hvernig fórstu eiginlega úr spretthlaupum og stökkum yfir í kraftlyftingar á svona 15 árum? Já, þetta var svolítið löng pása, sko, ég byrjaði í frjálsum þegar ég var svona 5-6 ára. Þá voru frjálsíðaæfingar hjá ungmennafélaginu heim í Sveit sem heitir Ungmennafélag Stafholtstungna. Ungmennafélag Stafholtstungna, sem svona bara lítið félag sem síðan, sko, á þeim tíma þá var það, sko, þetta eitthvað breytt í dag, þá var þetta svona undirfélag UMSB og þegar við kepptum á eins og Íslandsmótum eða landsmótum, þá kepptum við allt undir merkjum UMSB, en UMSB var svona
stærra samband yfir litlu ungmennafélögin í Borgarfirðinum. Okay. En ég byrjaði bara að mæta á æfingar, þetta voru bara svona krakkaæfingar og það kom fljótt í ljós að ég var mjög spretthörð miðvaldur og hafði sprengikraft og mér minnir að ég hafi fengið að keppa á mínu fyrsta Íslandsmeistaramóti 11 ára gömul og þá keppti ég upp fyrir mig eða af því að Íslandsmeistaramótin á þeim tíma byrjuðu að mér minnir 12 ára. Já, ok, það getur verið. Já, þannig byrjaði það og ég náði alltaf mjög góðum árangri í sprettlöpum og langstökki og eins og ég segi, pröfaði, var náttúrulega í öllum greinunum en þarna fann ég mig og þetta var svona gullaldar tímabil allavega í Borgarfirði, frjálsar voru mjög stórar og Íris Grönfeld var þarna frjálsíþróttaþjálfari og svo var þetta orðið svona stór hópur að það bættist við þjálfari, það var Bjarni Þór Traustason sem kemur úr FH, hann flutti í Borgarnes og með konunni sinni Dódó og hann tók þá við þjálfun spretthlauparana eða hlauparana og það var þjálfarinn minn, þannig að þau tvö voru þarna mjög reynd í þessu sporti að þjálfa og þetta var mjög skemmtilegu tími og góður hópur sko. Og svo var ég þarna í þessu alveg keppt á landsmóti sem var haldið í Borganesi, hvað held ég, 97. Ég held það sér rétt, var önnur þar, sko, 97, hvað hefur verið gömul þá? 13, getur það verið. Já. Var þá önnur, sko, það var ég að keppa í fullorðinsflokki, þetta var ekki úlingalandsmót, heldur landsmót fullorðin og letti í öðru sæti þar og eftir Sunnu Gestsdóttur og þetta þótti. Þið skildar það ekki? Er það ekki? Nei. Held ekki. Ég tengi ykkur samt eitthvað saman. Nei, hún var náttúrulega bara, mjög góður spretthlaupari á þessum árum og þetta þótti rosa stórt að 13 ára stelpa á heimavelli hefði landað silfrinu í þessu og svo var þetta náttúrulega bara, komst ég í landsliði, ég var náttúrulega aldrei neitt eitthvað framúrskarandi á einhverjum heimsmælikvarða en ég komst í unglingalandsliði, keppti á Norðurlandamótum og Evrópubikar. Ég held að ég hefði víkt í landsliði, sko. Þá var ég örgulega fyrirliði. Það getur passað, örgulega Evrópubikar, ég man ekki eitthvað Slóvakíu eða Sloveníu eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta var mjög skemmtileg tími. Svo fór ég í menntaskóla á Akureyri og fór að æfa með UFA þar en var ennþá skráð í MSB. Svo var kannski svona umskiptin eins og kannski fyrir margt íþróttafólk að fara úr yngri flokkunum í fullorðinsflokk. Þá allt í einu, ég hafði alltaf verið vön í að vera bara best og eitthvað og það var komin svona aukin samkeppni og kannski félagslífi fara að taka meiri tíma. Ég hafði heldur ekkert bætt mig einhver tíma, ég var svona aðeins farin að staðina. Og ég eitthvað svona misti áhugan og maður hefur heyrt þetta skiluru hjá mörgum og þegar maður lítur tilbaka þá var þetta kannski bara ekki alveg nógu þroskaður skiluru og kannski bara, ég veit svo mikið meira í dag sem ég vildi ég hefði vita þá, sko, og hefði kannski þá haldið áfram ef að ég hefði vita aðra hluti. En þetta var svona, ég ákvaði sko, fannst þetta svona erfitt en ákvaði að taka mér pásu. Fór til Danmörkur fyrst í íþróttalýðháskóla, var á Norður-Jótlandi og tók þá aðeins skóna fram aftur og fór að æfa með Athletic Aalborg, frjálsíþróttaklúbbi í Álaborg, keppti fyrir þau og fekk svona svolítið fílingin aftur. En svo flutti ég heim og byrjaði í Háskóla Íslands í hjúkrunarfræði. Alveg rétt. Ég farið svona víðan völl og þá hætti ég alveg í frjálsum og ég var hálfnið með hjúkrunarfræðinámið og þá vildi ég láta gamlan draum rætast og sækjum dýralæknanámið sem ekki hægt að læra hér á landi. Ok, og þetta var alveg gamall draumur? Já. Þetta var alltaf dýrakona þegar þú varst yngri? Já, en það var erfitt að komast inn í námið og mér fannst þetta svolítið mikið mál líka að flytja erlendis. En ég komst inn í námið þarna þegar ég var hálfnið með hjúkrunarfræðinámið og skellti mér út í Kaupmannahafnar og þetta er 5,5 ára nám og ég var þar út að læra á þeim árum sem bankahrunið var og svona ýmislegt en á þeim árum þá var ég ekkert að æfa neitt markvisst, ég mætti í einhverja svona
body pump tíma í ræktinni þannig að þú getur séð fyrir mér þá ligg ég með svona litla mjóastöng og eitthvað pump já, þannig að þar var ég á mínum dýr já, nákvæmlega þannig að sérð hvar ég var þá og svo ég komin í kraftliftingar þannig að aðeins meira á stöngin í dag en þetta var svona eina hreyfingi sem ég stundi á mínum námsárum út í Kaupmannahöfn. Fór maðurinn með þér út? Nei, þá átti ég engan mann. Þannig að þá var ég bara single eða átti kannski einhver aðra kærasta og svona, þannig að ekki maðurinn minn í dag. Nei. En svo náttúrulega hjólaði maður svo mikið. Þannig að það var rosa mikil hluti af hreyfingunni að hjóla allt. En já, svo kem ég bara beint heim eftir nám og bý í bænum til að byrja með og fer að æfa CrossFit sem var þá svo mikið æfði hjá CrossFit Kötlu, það var ný stöð sem var þá í Holtagörðum og það náttúrulega mikið verið að vinna með stangir eins og fólk þekkir sem að þekki CrossFit og mikið kannski olimpískar lyftingar og það var þá sem ég byrjaði svona átta mig kannski á því að ég væri fucking sterk ég vil kannski ekki orða það þannig en þú veist, ég væri kannski sterkar en meðalkona og þetta var kannski eitthvað sem að ég hafði aldrei pælt í eða þú veist það ekki? Nei, að þetta væri kannski þú veist, það kannski í dag að þetta er kannski einhver náttúrutalent að einhver leiti gen sem að, ég hef en þú ert 5 ára eða eitthvað? Nei, já, svo fer ég bara að vinna við mitt fag, dýralækningar og kynnist manninu mínum, stofna fjölskyldu og eignast bara sinna mína sem eru fættir 2016 og 18 og á þessum tíma þá var ég ekkert að stunda neina hreyfingu, neitt markvisst og svo þegar yngri sonur minn fæðist að þá kemur í ljós að hann er fættur með genafrávik og er sem að þýðir hann með mjög sjaldgæft heilkenni og er með mikla þroska skerðingu og það var svona áfall að fá þær fréttir og breytti, komar að segja, svolítið svona, manns plönum eða komar að segja, breytti líka bara lífið, tók aðra beygju, heldur maður ætlaði sér og að því að hann greindist með þetta heilkenni, ég fekk lengra fæðingarorlof og svona, það er sem sagt bara réttindi sem að fólk hefur. Hversu mikið lengra? Ætli ég hafi fengið hálft ári ofan á. Já, en þá voru reglur fæðingarorlof aðeins öðruvísi heldur en það eru í dag. Þannig að þetta var aðeins öðruvísi þá. En ég var náttúrulega, fór í svona lægð við þetta var áfall og ég þurfti að vinna mig upp úr því og ég vildi svona eitthvað fara að gera fyrir mig, fór til sálfræðings sem líka lagði áherslu á að fara að hreyfa sig, það væri svo gott fyrir andlega líðan. Og ég skráði mig í einhvern svona fjarþjálfunar hóp sem var svona ætlaður mömmum sem voru að koma sér að stað eftir barnignir eða þannig. Og þetta var bara svona fjarþjálfun og... Þú ert í Borgarfirði núna? Já, og þá ég flutt aftur upp í Borgarfjörð á sama stað og ég fætt á uppalinn sem heitir Laugaland í Borgarfirði og það er það sem að Varmaland er. Og og það er svona, var lítil sundlaugarækt í kjallaranum á sundlaugin á Varmalandi og það var þar sem að ég gat farið og æft og stundað þetta prógram sem ég fékk þarna og þetta prógram var rosalega mikið, notaði mikið greinarnar úr kraftlyftingum sem eru hnébeygja, bekkpressa og réttstöðulyfta. Það var svolítið byggt út frá því og svona aukaæfingum en hét bara styrtarprógram fyrir konur. Manstu hver var þjálfarinn? Heitir hann ekki Einar Kristjánsson, getur það verið? Jú, í Keflavík. Já, einmitt. En þetta var bara eitthvað sem að ég hafði svo sem ekkert kynnt mér neitt meira, annað en bara þetta var eitthvað sem ég fann á netinu. Já, hann var mjög stór á þessum tíma. Já. Og við áttum svona að, þetta var svona lokaður hópur og við áttum að setja síðan hvað við vorum að lyfta inn í svona Excel-skjal. Og og þar sá ég hvað ég var svo áberandi að taka þyngri þyngdir sem voru bara svona bara að fínni ákveð fyrir mig miðað við aðrar konur og aftur fékk ég svona bara ég er bara svolítið sterk svona. Hét prógram ekki sterkar konur? Jú, það hét það þegar þú segir það.
ég myndi það ekki fyrir þú Nei, sagði það. einmitt, Jú, það hét eða sterkar stelpur. eða eitthvað Sterkar slíkt. stelpur, Já, einmitt. það passar. Þannig að þetta svona fær mig aðeins til þess að hugsa að þú veist, ég hafði aldrei pælt í kraftliftingum Nei. og ég átti mér engar fyrirmyndir í kraftliftingum, átti enga tengingu inn í þessa íþrótt, Nei. en þetta fer eitthvað að vekja áhuga minn Já. að hafa tekið þetta styrtarprogram Já. og ég fer eitthvað að leita fyrir mér, finna heimasíðu kraftliftingasambandsins, fer að skoða bara þar svona mótaskrá og met og þetta voru svaka tölur sko, og eitthvað langt frá því sem ég gatt Nei, þá sko, nákvæmlega. og svo hófst smá svona leit ég hafði áhuga á skrám í félag og það svona tók smá tíma fyrir mig að finna félag, það var ekkert félag í Borgarfirði, Nei. en ég fann síðan út úr því að það var félagið sem var næst mér, var kraftliftingafélag Akranes Já. og ég svona, náði á endanum að skrá mig í það félag, en svo hafði ég ekki hugrekkið að mæta á æfingu þar. Ég verði að æfa mig aðeins betur og vera sterkari og betra formi áður en ég mæta fyrstu æfinguna hjá kraftliftingafélag Akranes. Mér fannst þetta mjög ógnvekjandi að mæta á æfingu hjá kraftliftingafélagi. Sem ég skil, en myndirðu í dag segja fólki að mæta bara? Já, og fá bara strax sko leiðbeinslu í þjálfunni og gera æfingarna rétt og svona. Já. En ég kom mér þarna loksins á æfingu og og það er á hverju ári oft svona í byrjun árs er svona byrjendamót sem að þetta er mót þar sem að er svona ætlað byrjendum sem eru að taka sín fyrstu skref í keppni, þetta er haldið á hverju ári af kraftliftingasambandinu og það er líka verið að þeita dómarapróf, þeir sem er að fá dómararéttindi. Okay. Þau eru að æfa sig líka? Já, þannig að þau hafa þá tekið bóklegan hluta og svo þurfa að taka verklegan hluta og þau taka þá verklega prófið þegar þetta mót er í gangi, þannig að þau eru látin dæma byrjendurnar. Þannig að fólk ætti að vera að byrja núna og setja stefnuna á þetta mót sem er í byrjun árs. Já, þetta mót er mjög oft í februar-mars, eitthvað svoleiðis. Það er mjög góður byrjunarreitur, sko. Okay. Þannig að ég mætti þarna og þurfti náttúrulega að fá sko leiðbeinslu, ég vissi ekkert um reglur í kraftliftingum og það eru ákveðnar, sko þetta eru 3 greinar eins og ég sagði, hnébeygja, bekkpressa og réttstöðlifta og keppt í þeim í þessari röð á mótum. Alltaf 3 greinar. Já, og það eru 3 tilraunir í hverju grein, þannig að það eru teknar þá 3 lyftur í hnébeygju og svo færði í bekkpressu og með pás á milli og svo enda á réttstöðliftu. Ok, má ég þá bara spyrja aðeins, þú veist, þannig að þú færð 3 lyftur, þannig að þegar þú færð, þú veist, allan í dag inn í mót, þá ertu bara eitthvað, ég byrja bara hérna í 190 kílóum, þú ert væntanlega búin að hita þig upp í það fyrir aftan, og veist alltaf hvað þú ættir að taka í númer 2 og 3 eða ferða eftir tilfinningu? Já, sko, maður er alltaf búin að ákveða byrjunarþyngdirnar og maður þarf að gefa þær upp þegar maður fer í vigtun, maður þarf alltaf að byrja að fara í vigtun 2 tíma áður maður keppir. Já, svo margt sem ég þarf að spyrja þig. Já. Ég skal reyna að segja skýrt frá sig. Það er sem sagt keppt í þyngdarflokkum og maður þarf að vera sem sagt vigtast á keppnisdegi innan síns þyngdarflokks, en málið er að þegar maður skráir sig á mótið, þá verður maður að skrá sig í þyngdarflokk og það má ekki breyta á keppnisdegi þyngdarflokk, sko. Þú ert bara... Þú breytir daginn áður? Nei, það er svona hálfu mánuði áður en mótið er og ég held að sé lengri tími á stórmótum en á innanlandsmótunum að þá verður það að liggja ljóst hálfu mánuði áður en keppni fyrir fram í hvað þyngdarflokki ætlar að keppa. Þannig að ef þú ert þungur á keppnisdaginn og því það er ekki bara það er bara betra að vera þessum þyngdarflokki í dag. Það er ekki hægt að breyta á mótstegi, sko. En þú ert að keppa í mínus 84? Já, ég hef keppt í mínus 84. Og þegar þú ert sem sagt að æfa, ertu þá bara að reyna að vera 84 kíló eða þú veist, ertu að reyna að vera 82 kíló eða? Nei, sko, yfirleitt þá, auðvitað er náttúrulega best að reyna að halda sér sem næst sínum þyngdarflokki til þess að maður þurfi ekki að taka skarpa léttingu rétt fyrir mót, af því það getur líka tekið úr manni, en yfirleitt, og sérstaklega þegar fólk er búið að vera lengi sama þyngdarflokknum, að náttúrulega við það styrkjast, að þá þyngist maður oft og svona, og sérstaklega ef það er langt á milli móta, að þá gerist það hjá meiri hlutanum að þeir verða svolítið fyrir ofan því sinn þyngdarflokk, en það þarf bara að passa að það sé ekki orðið hlutfallslega
of mikið fyrir ofan, þannig að það verði erfitt að ná sér niður í þyngdarflokkin ef þú ætlar að halda áfram að vera í þeim þyngdarflokki. En auðvitað fólk stundum að flakka á milli þyngdarflokka. Já. Fyrir mig það kannski óhagstætt að fara í þyngdarflokkin fyrir ofan því það 84 plus. Það þá bara allar konur, allar konur sem eru þyngri en 84 kíló. Þannig að fyrir mig að fara þá í, það kallast plúsin, þyngsti flokkurinn kallast bara plúsin, fyrir mig að keppa í plúsnum að ég á ekki roði þær nema þá að ég myndi þyngja mig yfir 100 kíló sem að ég hef kannski bara, það ekki mitt markmið eða þannig. En það ekki betra að vera alltaf ofar í rammanum? Þú veist, ég veit ekki, man ekki hvað þetta 74 til 84, þá þægilega, þú veist, þú ert sterkari að þú ert herra nær þakinu. Já, og þess vegna keppt í þyngdarflokkum að því að kona sem kannski 84 kíló, hún kannski ekki samkeppnishæfi konu sem 57 kíló. Nei, af því að með aukinni þyngd fylgir yfirleitt aukinn styrkur og þess vegna oft talið að þú ert að keppi í einhverjum ákveðnum þyngdarflokki að þú fyllir svolítið í þyngdarflokkin. Þú veist, ég keppi í -84, flokkurinn fyrir neðan mér -76 og ef ég að keppi í -84 þá var ekkert mjög hentugt fyrir mig að vera 77 kíló. Þá væri bara betra að létta mig í næsta flokk fyrir neðan. Þannig að fólk reynir yfirleitt svolítið svona fylla í flokkin og vera í kringum, þú veist, vera á bílunni 82 til 84 kíló á keppnisdegi. Okay. En aftur í mótið? Já, maður keppir í þessum 3 greinum og fær 3 tilraunir fyrir vigtun og og ég var að undirbúa mig fyrir þetta mót og vissi bara voða lítið en það eru síðan ákveðna reglur sem að maður þarf að fara eftir til þess að fá lyfturnar gildar og þetta bara mjög svona strangar reglur. Það ákveðin dýft til dæmis í hnébeini sem þarf að ná og mjaðmaliður þarf að fara niður fyrir hnjálið og þarf að fara niður fyrir 90 gráður til þess að fá lyftuna gilda í kraftlyftingum hjá alþjóðlega kraftlyftingasambandinu. Og hefur þú alveg tilfinningu, þú veist alveg, ég núna núna... Já, þetta þjálfun en þú veist, þetta alveg samt eitthvað sem ég hef þurft að þjálfa vel því að ég frekar svona styrð í ökklaliðnum og hef þurft að þjálfa það upp til þess að eiga auðveldara með að fara í dýft og síðan verður stöngin að ferðast í, hvað maður segja, svona jöfnum ferli þegar þú ert á leiðinni upp aftur úr dýftinni í hnébeginni það má ekkert sig vera á stönginni. Þannig að ef þetta eitthvað rosa þungt á leiðinni upp aftur og þú stoppar og svona missir stöngin örlítið niður en kemur henni samt upp þá hún ógild. Af því að stöngin má aldrei hreyfast neitt niður á við þegar þú ert að fara með hana upp úr dýftinni. Svo eru svona kannski flókið að útskýra það í svona viðtali en það líka alls konar svona dómarabendingar, þú mátt ekki byrja að beygja þegar dómarinn gefið þér bendingu, þú tekur svona stöngina úr rekkanum, þú mátt ekki byrja að beygja fyrir þú ert komin í ákveðna stöðu og dómarinn gefið þér bendingu og þú mátt ekki skila stöngin aftur í rekkan eftir hnébeina fyrir að dómarinn er búin að gefa þér bendingu það aftur. Þannig að þetta ægi. Já, þetta rosa ægi og það eru strangar reglur klæðaburð líka. Já, ég veit ekki hvort kannski langt mál farið allt, þú verður að vera í stuttarmaból og svo kalluðu singleti sem svona spandexbúningur í klassískum kraftlyftingum. Og þú keppir í klassískum? Ég keppi í klassískum kraftlyftingum, en það líka hægt að keppa í kraftlyftingum með búnaði og ég skal útskýra það eftir. Þetta er óslega fyndið. Þetta kannski hljómar rosa ryggnislegt fyrir þeim sem eru ekki í kraftlyftingum. Þú veist, þetta er óslega fyndið því að maður er bara svona, kraftlyftingar, þú veist, ég er að lyfta stöngir, ég er sterk og ég get og svo kemur bara svona fjæðrir hinga og þanga bara og svo þetta og þetta. Og það eru strangar reglur búnaðinn og búningin sem þú ert í, þú veist, hæðin og sokkunum þarf að vera ákveðið og nýjalífarnar þurfa að vera ákveðnum stöðum og þegar þú ert í klassík þá ertu í svona, það kallast singlet sem eru bara svona spandexefni, verður að vera í stuttarmaból innandir, ef maður ber saman við til dæmis eins og ólympískar lyftingar, að þar mega þau vera í singleti og þurfa ekki að vera í ból innandir. Akkur er bólurinn? Nú spyrðu með spurningu sem ég kannski veit ekki en áður fyrr þá mátti vera án stuttarmabólsins
og vera bara í singletinu, en ég þekki ekki sögun af hverju bólurinn Og eru kallar líka í stutturum ból? Já, kallmenn líka í stutturum ból, ok. og það verður að vera stutturum bólur með ákveðna sitt á ermunum og ég veit ekki hvað og hvað, og hérna, það kannski einu reglurnar eru að það kannski svona frjálslegustu reglurnar að það skiptir ekki máli í hvernig skóm þú ert í, en þú þarft samt að vera í skóm. Já. Þú mátt ekki vera berfættur. Já, og kannski ekki skítugum stígvélum eða eitthvað, skilur en það myndir náttúrulega ekki, vera fín. Það þarf að vera snirtilegur og hérna í klassískum kraftliftingum þá máttu vera með lyftingabelti og hnéhlífar og liðsvapninga og í lyftingaskóm, og hérna, hvað ætlaði ég að segja? Já, þannig að þetta eru svona strangareglur og til þess að bæta við það að þá eru líka reglur frá hvaða merkjum fatnaðurinn og hníhlífarnar og svoleiðis. Þannig að þú mátt ekki kaupa singlet frá hvaða merki sem það er bara Ertu þú að tala alþjóðlega móti eða líka bara íslensku móti? Það bara gildir, alþjóðlegu reglurnar gilda fyrir íslensku mótin hjá Kraftlyftingasambandi Íslands, sko, af því það er í alþjóðlega Kraftlyftingasambandinu, IPF. Og hérna, já. Það er ekki auðvelt að komast inn á markaðin með nýja vörur. Nei, og þetta er eitthvað, sko, ég veit ekki hvort það, kann kannski ekki að segja frá því, en þetta er eitthvað að einhver merki hafa borgað eitthvað og þetta er eitthvað svona pólitík bara þetta. Þannig að ég þóri ekki að fara út í það, en það sem sagt, og þegar ég var að fara að keppa á mínu fyrsta móti, þá var ég sem sagt búin að fá lista hvað ég þyrfti að eignast og ég ætlaði að kaupa mér singlet frá ákveðnu íþróttamerki og ég þurfti svo bara að skila því það var ekki frá rétta brandinu. En svo er það backpressan og þar eru líka svona dómaraskipanir. Þú liggur á bekk og hérna tekur stöngina út, þú mátt fá áréttingu frá stangarmanni sem að réttir stöngina á þig. Stangarmaður. Það er stangarmaður og það eru líka þeir sem að kalla stangarmenn sem að hlaða á stangirnar milli keppanda og spotta þig, sem sagt passa upp á þig í hnébeygju og bekkpressu að ef þú getur ekki lyft þyngdinni að þú missir hann ekki á þig eða meiðir þig, þannig að þeir grípa þig og stöngina. Þannig að þeir eru mikilvægir. Í bekkpressu þá tekur stöngin úr rekkanum og þarft svo að fá dómaraskipun, þannig að meir hefja. En nú getur ekki hort á hann því þú liggur? Nei, ég verður að hlusta. Það er bara hrópað á kveðmerki og hérna og þá ferðu niður með stöngina niður í bringu og nú er ný regla sem er orðin meir en ársgömmul að það kom hérna ný regla hjá alþjóðlega Kraftlyftingasambandinu að það er komin olnbogadýft sem er dæmt. Þannig að olnbogarnir verða að fara í línu eða línu eða niður fyrir axlalið. Þannig að því að kraftlyftingafólk, það fetti sig, það reynir að keyra kassan upp. Mjög skrítið. Og ég gerir það líka, en ég er kannski ekki það liðu og ég geti fett mig alveg upp í stöngina, en maður gerir þetta bæði til þess að halda spennu líkamannum í lyftunni og líka til að reyna að stytta hreyfiferilinn. Ef þú liggur alveg flatur með herðablöðin bara út, sem þetta er sundur. Það er ekki kraftur þar. Nei, þannig að þú þarft að taka herðablöðin saman og gera spennu og keyra kassan upp. Og sem sagt, þá ferðu fyrsta ferlinu niður á kassan með stöngina og olnbogarnir þurfa að fara niður fyrir axlalið og þá færu aðra dómaraskipun og þá máttu pressa upp. Þú þarft bara að bíða? Já, það er ákveðin pása þarna niðri sem að dómarinn svona, þú veist, og hún verður að vera hreyfingalaus, ef það er einhver hreyfing eða eitthvað, þá er pásan lengri. Og svo þau eru komin í efstu stöðu, þá þarfst að bíða dómaraskipun og meir skila stöngin aftur í rekkan. Þannig að það eru 3 skipanir í bekkpressu, 2 í hnébeygju. Hvernig andaru í þessu? Sko, eins og í hnébeyjunni að þá dregur maður andan inn og spennir korið og fer niður og held spennunni og maður er með belti og það er að læra að halda andanum og anda inn í beltið til að nota beltið til þess að halda við stuðningin í korinu eða þannig og svo leiðinu upp andaru út. Er það sama í bekkpressunni? Já, í bekkpressunni og þú spennir alveg líkamann. Og svo heldur við andanum og andar í beltið og svo þegar maður fyrir upp. Og svo eru svona aðra reglur einmitt í bekkpressunni að
höfuð, herðar, rass má ekki liftast upp á bekknum. Ef að rassin liftist upp Já, á leiðin upp, sem að gerist oft, ég komin út að, af. að þá færðu ógilt og hælar eða flatur fótur verður að snerta gólfið, þú mátt Já. ekki fara upp á tærnar. Þannig að þetta er kannski rosa margar reglur og fyrir þá sem er ekki í kraftlyftingum hljómar þetta bara Já. eins og rosa mikið. Einmitt. En svo er síðasta greinin réttiðarlyfta Já. og það eru kannski færstar bendingarnar þar. Já. Þú kemur bara inn á pallinn og bara lyftir stengin upp í hvað maður segja, mjamahæð, eða þú ert að standa uppréttur. Já. Sem sagt, þegar þú ert að ljúka lyftunni Mm. og þá færðu bendingu að þú megir skila stönginni frá þér þegar þú ert komin, þú ert að vera alveg uppréttur, sem sagt, mjaðmaliður þarf að vera upprétt, eða þú veist, hvað maður að segja, útréttur. Já, Og réttir alveg úr Já, þér. og hné mega ekki vera bógin, sko, þau þurfa að vera útrétt Já. og herðarnar alveg, sem sagt, í uppréttri stöðu, þar mega ekki hanga fram, sko. Þannig að þarf að vera alveg uppréttri stöðu og þá færðu bendingu að þú megir skila stönginni og þú mátt ekki droppinni. Það er stranglega bannað í kraftlyftingum. En þetta með sem er öðruvísi í ólympísku lyftingum, þar er dropp lyft, sko. En það er stranglega bannað í kraftlyftingum. Þú verður að fylgja stönginni niður. Heldur þú svona zigzag? Já, ég held svona mixed grip eða hvað heitir það í íslensku, blandað grip eða eitthvað svoleiðis. Og þegar þú andar, þá tekur þú vantarlega bara út niðri og svo... Já, held í spennunni þegar ég er að fara að byrja að tósa stöngin upp og svo þegar maður er komin upp rétta stöðu þá getur maður, þú veist, þegar maður er komin með bendingunum maður megi sleppa stönginu að þá... En byrja andar þá leiðin niður? Já, ég held það. Ekki missa Ég haldi andanum alveg, sko, þegar ég er komin upp í læsinguna. Já, við erum fyndið að sjá okkur þegar við erum báðar eitthvað að sperra okkur og lifa okkur inn í þetta. En ég vona að þetta svona útskýri, svona hvernig þetta fer fram. Já. Og þetta þurfti ég alltaf að læra fyrir þetta byrjandamót. Já, en þetta er fótabilið. Já. Þú ert ekki mikið sundur. Sko, það hefur verið mín náttúruleg staða að vera, það heitir conventional eða svona hefðbundin hátt, að það er að vera bara með svona mjaðmabreidd á milli fóta. Okay. En það er líka til annar stíl sem heitir sumo og þá stendur gleiðari. Og þú mátt gera annarkvort. Mátt gera annarkvort og það er bara sama með sumo þó það standir gleiður, þú þarf bara að útrétta hnjáliði og mjamalið og herðarnar alveg upp, sko. Þú ert í skóm? Já, í skóm. Þess að fólk sé ofta að gera þetta einmitt ekki skóm. Já, sko, fólk velur ofta að vera í skóm sem eru með mjög þunnum botni í resturlyftinni. Það þykir betra, þú mátt meira þess að vera í svona tátiljum sem við velja það í resturlyftinni. Það er ekki... Ákveðnu merki, tjók. Það er það mætti. Já, þannig að það svona eru sem sagt, eru kraftlyftingamót og þetta, mér gekk bara svona lala á mínu fyrsta móti, það var svona, þetta var svona eftirtakt að verður árangur miðað við byrjanda, en ég lyfti þyngst 150 kílóum í hnébeygju á þessu fyrsta móti. Hvort að ég náði 70 eða 75 kílóum í bekkpressu og svo 150 í resturlyftu. Má ég segja smá fyndið? Já. Þetta er eiginlega allt mínar tölur. Þínum tölur. Þú kemur bara byrjandamótið 2025. Nei, þegar ég var sprettlega bara í alveg á fullu, þá er þetta cirka mínar tölur. Já. Þannig að þetta var byrjunartölurna þínar. Þetta var byrjunartölurna mínar, sko, og nú á ég best, sko, á móti, 230 í hnébeygju, 125 í bekkpressu og 240 í resturlyftu. Þannig að það er aðeins búið bætast við, sko. En ég byrjaði þarna í kraftlyftingum 35 ára gömul og það er svona, eins og ég segi, ég sagt þess að sögu oft áður, en ég held einmitt að þetta að reyna svona bara að vinna í sjálfum sér út af þessu áfalli sem ég lendi í með son minn, hafi ítt mér þessa leið, að því að sko, það er rosalega úr karakter hjá mér að fara og taka einhverja svona ákvörðun að vilja bara fara eitthvað út fyrir þægindaramman og fara að pröfa sko, kraftlyftingar sem ég vissi ekkert sko, eða þannig. Og ég er svona manneskja að það þarf alltaf svolítið svona íhuga vel svona mínar ákvarðanir og svona, þú veist, og þannig að þetta var rosalega svona, langt út fyrir minn þægindaramma og eins og ég segi, ég hafði engan tengingu, ég þekkti engan, eina stelpu sem að ég kannast við úr
crossfitinu Já. en var ekkert búin að vera í neinu sambandi við vissi að hún var í crossfittingum og við erum rosa góða vinkonur í dag, við erum búin að vera saman í landsliðinu en annars bara, þú veist, já. En fannst þér bara þurfa að fá útrás? Já, og líka kannski bara eitthvað svona, já, bara, ég veit ekki hvernig ég á að lýsa því, sko, bara, þetta vakti áhuga minn og ég vildi bara svolítið kanna þetta og gera þetta fyrir mig sjálfa. Ég var algjörlega að fara þetta bara á mínum forsendum og það var ekkert markmið hjá mér að verða einhver Íslandsmeistari eða komast í eitthvað landslið. Ég vildi bara svona, já, bara, þú veist, hvað maður að keppa við sjálfa mig, þú veist, og ég fór bara með því hugafæri í þetta að hérna bara finna mér, ég hafði þráð lengi, þú veist, síðan ég hætti frjálsum, ég tala alltaf ég væri bara í pásu og ég ætla alltaf að koma aftur, en svo fyrir að liðu árin og það var kannski svolítið erfitt að koma með comeback þegar maður var 35 ára, þegar maður hafði hætt 21 ára, eitthvað, já, þannig að ég var kannski svolítið búin að missa af því bara að hérna, en svo vil ég nú samt ekki draga fólki því að fólki hefur alveg komið með comeback eða byrjaði frjálsum á efri árum eða þannig að það er ekkert hérna, kann maður segja já, það er allt hægt já, það er allt hægt, ég mitt að spája að vera að stopna sko comeback-hóp já, ég kannski bara kemur hann já, þú kemur bara og tekum spretti og hopp og svona eitthvað herðu, en hérna, býtu við ætlum að skála fyrir það, nú ertu bara komin að fylla í kraftlýstingarnar það er lemon engifer skotið, sko Jesús. Þú hefur ekki smakkað svona aður? Nei. Þetta er svakalegt. Já. Tekur heila flösku í einu? Mér finnst gott að taka svona hálfa bara. Já, ég held ég verið að taka svona sip. Já, og svo drekki ég hálfa eftir líka. Svo ég sötra á þessu, sko. Ok. Ef ekki að skál. Jó, við erum að tapa nema. Skál. Já. Já, þetta rífur í. Ég er líka byrjandi í þessu. Já. Þetta er málið, sko. Já, þetta losa mann alveg við haustkvefið sem er svona. Já, það er ekki boðið, sko. Nei. Þú ert alltaf að keppa á svona. Herðu, en hvað tekur svo við? Þetta er 2019. Já, 2019, nú þarf ég að rifja upp söguna. Ég menn að skrifa. Býtu nú við, ég keppi síðan á Íslandsmeistaramóti sama ár haustið og næ þá lágmarki á Evrópumeistaramót sem var bara nokkrum vikum síðar og ég var einhvern veginn ekki að stefna á þetta lágmark, hljómar kannski mjög kokki en ég bara náði því. En þetta þyngd? Hvað segirðu? Já, það er ákveðin þyngd fyrir hvern þyngdaflokk sem það þarf að ná. Í samtals? Já, í samanlöðu, einmitt. Það er tekin þyngsta talan úr hverri grein og þær lagðar saman, þetta eru þá 3 tölur, þyngst og hnébeygju, þyngst og bekkpressu, þyngst og réttstöðlyftu, það er lagt saman og það heitir samanlagt. Og hérna, já, þetta var ákveðin og það heitir B-lágmark og það er sem sagt lágmark inn á Evrópumeistaramót og ég náði því og þetta var kannski ekki eitthvað markmið og var stutt í EM og mér fannst ég bara ekki tilbúin. Þannig að ég ákvað að bíða og fekk síðan boð á Reykjavíkurleikana sem er haldið í janúar og það var rosalega stórt fyrir mér, sko. Það alþjóðlegt mót og það var bara vistmörgum konum boðið íslenskum og svo voru erlendi keppendur og svo sama gildi karlmennina því það keppti sér í kvennaflokki og karlaflokki og þetta var rosa stórt fyrir mér að fara að keppa á Reykjavíkurleikunum, alþjóðlegt mót. Og þetta er janúar 2020? Janúar 2020 og þarna er eins og fólk mann, COVID er svona að bresta á, allir það hafi ekki byrjað í febrúar hér á landi, en ég næ þarna mjög góðum árangri og hérna næ lágmarki á HM, sem A-lágmarki, sem var þá mitt markmið. Og í janúar þá fékk ég mér þjálfara sem heitir Amanda Lawrence og hún er ríkjandi heimsmeistari í mínus 84 kíló flokki, kvenna, og hún var sem sagt bara áramótin að bjóða á samfélagsmiðlum og hún ætlaði að pröfa að taka fólk í þjálfun og ég skráði mig og henni líst bara vel á mig og ég var náttúrulega þá bara eiginlega ég hafði fram að því bara ekkert fyllt neinu svona skipulögu prógrami þannig að get kannski ekki sagt að hún hafi kannski undirbúið mig mitt mikið fyrir þetta mót að því ég byrjaði hjá henni bara þarna áramótin og keppi þarna í janúar og það bara, þetta var mikil gleði og það átti heldur betur að keppa á EM og HM árið 2020 og þá kemur COVID og það eru engin mót
þetta var rosalega svona óvissu tímabil, var alltaf verið eitthvað að setja mót á dagskrá og fresta þeim og svo urðu bara engin mót. Ekkert smá eðlilega erfitt að æfa fyrir eitthvað því að maður er að toppa á einhverjum tíma og svo er þetta frestast. En ég var náttúrulega, svo er svona ákveðin svona rankinglisti, hvað heitir þá íslensku, svona styrkleikalisti, og ég var ekkit ofalega, en ég ætlaði samt að gera þetta fyrir sjálfa mig, að pröfa að keppa á alþjóðlegu móti og það var bara markmið, að bara keppa þú veist, á heimsmeistaramóti. Það var bara rosa stórt fyrir mér. Það var haldið Íslandsmót haustið 2020 og þá verð ég fyrsta konan til þess að taka fyrsta íslenska konan til að taka 200 kíló í hnébeygju. Hanna á því mati og fyrsta konan til þess að fara yfir 500 í samanlöðu. Já, 500 kíló. Já, í samanlöðu. Þannig að það var svona líka áfangi. Það hafði aldrei neinn íslensk kona gert þetta og þetta voru Íslandsmóti 2020. Já. Þannig að ég nýtti þennan tíma þó að þetta hefði oft verið svona vonbrigði og mikil óvissa þannig árið 2020 og alveg fram á árið 2021. Já. Að þá var þetta mikið svona óvissu ástand og kannski oft vonbrigði því maður var alltaf svona að gíra sig upp að fara að keppa og svo var það ekkert á mótum en tími nýttist mér vel og ég náði bara, þú veist, var komin hérna í þjálfun með þjálfara hjá Amundu þá var hlöðugimmið til heima í sveitinni af því að það lokuðu náttúrulega allar líkamsræktarstöðvar, það er svolítið langt fyrir mig að keyra út á Akranes og þar voru líka lokanir að því við vorum með aðstöðu í Íþróttahúsinu á Vesturgötu og það var ekkert sjálfsagt en að komast að þar sko þannig að ég fekk lánaðan rekka og stöng og lóð hjá Kraftlyftingafélaginu á Akranesi af því það var heldur ekkert verið að nota þetta af því ég var líka komið með þarna landsliðssæti og félagið vildi gera þetta fyrir mig og ég fekk lánaðan eitthvað svona basic búnað og fór með þetta í hlöðuna heima og var að æfa þar. Áttu náttúrulega bara að vera tímabundið, maður vissi náttúrulega ekki hvað var að koma með þessu COVID-i, en ég á þetta hlöðugim en þá, bara búin að kaupa mér, búin að skila rekkanum til Kraftlyftingafélagsins og búin að kaupa mér bara mitt eigið, en þá samastað í hlöðunni. Og þetta er alveg nauðsynlegt fyrir mig að búandi svona upp í sveit, að geta stokkið í þetta, þú veist, ég get stokkið á æfingu á mótnana þegar strákarnir eru farin í skólan eða í hádegishpásunum minni eða þannig að þurfi ekki að vera eyða tímanum í akstur, sko að því það tekur mig alveg 50 mínútur að keyra út á Akranes til að fara á æfingu. En ég gerði það, var samt alveg duglega að gera það líka og það var gott að komast líka bara í félagskapinn og líka fá bara aðstóð þegar maður er að færa í þungarlyftur, það er bara gott að hafa pepp og hafa spott og svona, maður er ekkert að fara í eitthvað svoleiðis einn í hlöðinni heima sko, en þetta var samt alveg svona, nauðsynlegt fyrir mig að hafa og varð bara til út af COVID sko, að ég gerði þetta gym sjálf. Virkaði bara vel fyrir þig. Já, en svo kom 2021, er þetta orðið rosa langt mál? Nei. Nú er þetta að byrja. Þetta er svona bildu upp aðeins. Og það byrjaði eins 2021 og það voru setningu mót á dagskrá, það var alltaf að vera að fresta þeim, svo kom heimsmeistaramót á dagskrá í september 2021 í Halmstað í Svíþjóð. Það átti upprunalega að vera í Hvíta-Rússlandi og þeir voru hóstarnir en þar þótti bara ekki öruggt út af COVID eða þannig og þannig að þeir eða alþjóðlega kraftlyftingasambandis sögðu að þeir væru ekki með standardin í lagi varðandi svona smittreglur eða þannig að það átti að taka það að dagskrá og þá var það sko Eleiko sem að framleiðir sem sagt áttu Eleiko hérna. Já, ég held því sem með það. Þeir sem sagt, það er sænskt fyrirtæki sem það er upp í kapla í á það. Já, það er sænskt fyrirtæki sem framleiðir sem sagt rekka og lóðir og lóðaplötur og lóðastangir og allt þetta og það voru sem sagt þeir sem buðu fram húsnæði til að halda mótið í Halmstað í Svíþjóð. Það er mjög töff. Já, af því að vanalega er þetta náttúrulega einhver svona sambönd sem að halda mótið en þannig að mitt fyrsta heimsmeistaramót og mitt fyrsta alþjóðlega mót var sem sagt heimsmeistaramót. Það var ekkert byrjað á einhverju. Það var bara fyrsta mótið sem var sett á dagskrá sem að ég átti keppnisrétt á. Og ég var þarna
rosa stressuð Já. og ég var rosa stressuð að keppa, þetta var rosa mikið bara líka á Íslandsmótunum, þetta var mikið út fyrir minn þægendaramma og ég var rosa svona kvíðin og kannski svona fyrstu mótin, ég naut mín ekki á pallinum, ég fannst þetta rosa og svo bara hrættum að gera með fíblið þarna og þú veist að standa eina á einhverjum keppnispalli og allir að horfa á mig og eitthvað, þú veist. Býður ykkur merkjum. Já, býður ykkur merkjum og eitthvað, þú veist, mér fannst þetta mjög erfitt og svo mitt fer ég þarna á þetta heimsmeistaramót og þá komin með eftir þá sko Íslandsmóti sem ég tók þarna haustið, þar sem ég náði 200 kíló hnébeygju og þá hafði ég rokið upp í 3. sæti á styrkleikalistanum. Þegar sá árangur var tekin og ég var þarna melduð 3. inn í mínu flokki. En þú ert í -84 og ertu í einhverju mastersflokki eða Nei, bara opið? Já, opin flokkur er upp að 40. Okay, þannig að ég er bara í opnum flokki og opnum flokkurinn er sterkasti flokkurinn. Þannig að Kristín, rosaleg, ok. Þannig að ég fer hérna, náttúrulega finnst ég ægilega lítil eitthvað, en hérna bara alltaf berjast fyrir því að komast á pall, það var bara markmið og verð næja að halda í bronsið, þú veist, ég var rönguð sem sagt með brons og Amanda Lorenz, þjálfarinn minn, hún vann með yfirburðum og hérna var þá líka ríkjandi heimsmeistari frá heimsmeistaramótinu 2019, svo var náttúrulega ekkert mót 2020, náði hérna aftur titlinn 2021 og baráttan var milli mín og rússneskrar konu. Já. Og þá annarsætið? Já, annarsætið og við erum náttúrulega báðar líka í Evrópu og við vorum að berjast Evrópumet í hnébeygju sem að ég, þú veist, við settum báðar en svo er það þannig að því hún setti það á undan að þá fekk hún að halda metinu en ég tók sömu þyngd og svona og svo var þetta líka barátta tótalið en hún rétt marði mig en þetta var mjög skemmtileg barátta og ég bara var mjög sátt og ánægð með minn árangur. Síðan í desember sama ár þá er Evrópumeistaramót í Svíþjóð líka, bara í öðrum bæ og þá verði ég Evrópumeistari. Okkar kona bara hefna sín. á nýju sko Evrópumeti í hnébeygju og á samanlöðu. En svo rússneska, hún reyndar mætti ekki þar, hún var mitt, en það er önnur saga, en ég setti samt Evrópumet og í bæði hnébeygju og samanlöðu og tók gull í öllum greinum, af því að svo er líka veitt verðlaun fyrir hverja grein, en það er samanlöði árangurinn sem að gildir. Og svo til að gera þetta ennþá flóknara, þá er líka stigaformúla sem að reiknast út frá hvað þú lyftir þungu í samanlögðu miðað við líkamsþyngdina þína. Þannig að það er að bera saman keppanda milli þyngdarflokka með þessari stigaformúlu. Alveg rétt, og það er svona vinner mótsins eða sigurvegari mótsins sem er bara svona best of all eða winner of all að það er sá sem er með hæðstu stígin karla og kvenna megin. Og það varst þú? Nei, það var endur ekki ég. En þannig, þannig að það er alltaf svona stigahæsti keppandinn, eða þannig, það er líka keppt í því. En ég, og þetta ég var fyrsti Evrópumeistari Íslands líka í íþróttinni og þetta þótti mjög stórt. Já, og þykir enn. Og þetta var þarna var þetta ekki í desember og ég var fór beint í kjör íþróttamanns ársins. Var það ekki það ár, örugglega? Jú, var 3. í því kjöri. 2021 eða 2? Það var heldur 2021. Jú, og var 3. í því kjöri og var valinn íþróttamaður Akranes líka og kraftlyftingakona ársins, þannig að þetta var þetta var mjög gott ár og ég kom hérna inn þú veist, á alþjóðlegan vettvang með mjög miklum látum sko. Og þetta bara árið eftir, 2021 var líka mjög gott ár, þá náði ég silfri í samanlögðu á HM og setti annað Evrópumet í bæði samanlögðu og hnébeygju. Hnébeygja sem er mín sterkasta grein og það Evrópumet stendur ennþá í hnébeyjunni sem er 230 kíló. Og 2001 settur 4 Íslandsmet og 2 Evrópumet. 2002 World Championship, keppir í Classic, silfur, 2022 EM silfur, 2003
IPF World Women's Classic Open Powerlifting Championship Silver 2023, EM brons og svo kom 2024. Já, Það var í sumar. Það var í sumar, þá datt ég niður í fjórðasetti. Já. Sko, þannig að þetta er náttúrulega, já, ég held að minn besti árangur hérna, svona, ef maður talar titil, hafi verið hérna 2021, ég náði Evrópumeistaratitilnum, var fyrsta kona. Ég því miður náði ekki að verja hann árið eftir, þá tók ég silfrið, en það var árið 2022, en frá árinu 2022 á ég samt minn besta árangur, eða svona, já, samanlega árangur, það var svona, þar á ég mína bestu tölur frá því ári og frá til dæmis heimsmeistaramótinu í Suður-Afríku, þegar ég tók silfrið og svo tók ég boðsmót í Frakklandi og þar á ég mjög góðan árangur frá því móti, þannig að þaðan koma mínu bestu tölur. 2023, þá byrjaði aðeins að koma mótlæti og ég hlaut að koma að því, þetta er ekki bara bara endalaus dansarósum, en hérna, já, ég var aðeins að bíða með næsta skot, ég er svo mikill byrjandi í þessu, en já, ég fór að kljást við ýmis meiðsli, og það er kannski, sko, ég náði náttúrulega árangri rosa hratt og þurfti kannski líka að taka aðeins betur tæknina mína í gegn, hafði kannski ekki lagt eins mikla rækt við það þó ég væri með þjálfara og svo leiðis, en hérna það var síðan 2023 sem ég sagði skilið við Amöndu, hún kom mér ótrúlega langt og hún er ennþá ríkjandi heimsmeistari í flokknum og hún hefur bara verið ósigrandi þar, hún er bandarísk sem sagt. En er ekki óþægilegt að konan sem er best í heimi og þið langar að er best í heimi, hún er þjálfari? Jú, en ég átti samt alltaf svolítið í hana, sko. Já, en hérna, jú, það var kannski smá svona og eins og ég segi, ég get ekki talað neitt annað en bara vel Amöndu, hún kom mér ótrúlega langt og ég hef náð mínum besta árangur á ferlinum undir hennar þjálfun, en hún var samt aldrei, sko, hún var ekki lærður þjálfari og hún er frekar ung þó hún eigi góðan árangur, hún er töluvert yngri en ég og mér fannst ég svona þurfa að taka þetta kannski fara á næsta skref og fá svolítið svona meiri aðeins professional meiri þjálfun eða þannig og skipti þjálfara og það var bara allt í góðu milli mín og Amöndu og hann heitir Jason Tremblay og er mjög virtur í sportinu og hann er náttúrulega býr líka í Bandaríkjunum og er Kanada og hérna og þetta fer allt í gegnum farþjálfun og maður tekur upp lyfturnar og sendur honum og með alls konar útskýringum og við tölum saman á WhatsApp. En þú veist, sendir hann eitthvað, þú veist, heyrðu, í dag er, þú veist, þetta eða eitthvað hnébeygja og þú ætlar að gera svona mörgu sinnum og þú átt að lyfta þessa þyngd. Já, hann gerir það. En hjá Amöndu, þá fekk ég bara svolítið svona, það kallast, það nota mikið í kraftlýtingum, kallast RPE, sem er svona ákefðar eða erfiðleikastig. Og ég átti bara að taka hnébeygju, kannski 3 sett með 6 endurtekningum, í erfiðleikastigi 7 eða eitthvað svo leis. 10 hæðist. Þannig að ég átti svolítið að finna það og það er kannski stundum þegar maður er mikið keppni í manni og eitthvað er kannski eitthvað hátt á æfingu að þá vill maður svolítið yfirskjóta það og þetta er rosa algengt líka bara hjá byrjendum í sportinu og ég lendi í þessu líka og ég tel að svona mín meiðslasaga hafi byrjað að því ég var að æfa ég sagði bara þetta er RPE 7 en þetta var kannski skiluru 9 eða eitthvað. Þannig ég var að æfa, skilur að ómikilli ákefð heldur en kannski var ráðlegt. Og hún kannski kommentaði aldrei á þetta þjálfarin en með nýja þjálfaranum var þetta miklu bara skilmerkilegra, þú veist bara þetta er RPE 7, þú veist meðan við hvernig þú ert búin að vera að æfa síðustu vikur þá segi ég að það sé á milli þessa bils og þú ferð ekki hærra en þetta. Nei. Þannig að þegar ég byrjaði þjálfun hjá honum það bara fannst mér ég allt í einu ekki vera að gera neitt á æfingum, þetta var allt svo létt og þú veist, og svona, já, þetta var svolítið nýr veruleiki en hann hefur bara samt haldið rosalega vel utan mína þjálfun en kannski leiðilegt að ég kem mitt til hans og hef einhvern veginn, svo er ég búin að vera svona meiðsla ormur síðan, þannig að ég hef aldrei einhvern veginn náð að blómstra eftir ég byrjaði hjá honum. Hvað ertu búin að vera að dílaði með? Sko, hann er ekki alveg röðin á þessu, en ég fekk í bakið í fyrra, þetta byrjaði í fyrra, ég tóknaði aftan í hamstring
og svo fekk ég í bakið. Svo kom núna ágætt tímabil núna í byrjun árs 2024 eða svona frá enda árs 2023, 2024. Ég tók fá mót af því ég var bara að byggja mig upp en ég var komin aftur á mjög gott skrið og æfingarnar lofuðu rosalega góðu og ég var að undirbúa mig fyrir HM sem alltaf í júní á þess ári í svona mánaðamótin apríl-mæ þá lendi ég í vinnuslýsi eða sem sagt það vinn sem dýralæknir og það hljóp hestur inn í öxlin á mér og þetta er hægri öxlin, hún var veik fyrir og það er bara allt búið að vera í hakki í öxlinni eftir þetta högg. Hvað varstu að gera við hestinn? Þetta var bara mjög styggur og taminn hestur og ég þurfti að sprauta hann og skoða hann og hann var ekki alveg til í það. Nei. Og hann hljóp á mig, við mistum hann bara frá okkur og hann hljóp svona og bara ég var eitthvað, en hann bara hitti á mjög viðkvæman punkt eða þannig og þetta hefur valdið því að ég hef ekki geta æft bekkpressuna og á líka erfitt með að setja stöngina á bakið á mér í hnébeyju af því að það eru svo miklu bólgur og það er bara svona skert hreyfigetan og ég svona píndi mig í gegnum bara undirbúningin fyrir HM núna í ár bara var endalist í sjúkraþjálfun og æfði mjög takmarkað en HM í ár skipti mjög miklu máli því að klassíska kraftlyftingar eru að koma í fyrsta sinn inn á heimsleikana eða World Games World Games eru svona það er haldið á næsta ári sem sagt 2025 og er svona fjölgreina mót fyrir þær íþróttagreinar sem eru ekki komin með keppnisrétt á ólympíuleikunum þannig að þetta eru svona mini ólympíuleikar heita World Games þetta vissi ég ekki. Nei. Og kraftlyftingar með búnaði hafa verið lengi á World Games en nú er bara klassíska kraftlyftingar orðnar svo stórar að núna í fyrsta sinn átti að hleypa klassískum kraftlyftingum inn á World Games og HM veitir keppnisrétt á World Games fyrstu 3 sætin í hverjum þyngdarflokki og ég lendi 4. sæti og tóknaði í lokaliftunni sem hefði tryggt mér bronsið þannig að þetta var voðalega svona þannig að þetta svona gráslapp meiðslega séð að koma sér í gegnum mótið langt frá mínum árangri og langt frá mínum markmiðum svona tölulega séð en ég vildi náttúrulega komast á pall til að fá hann á World Games miða og þetta var að fara enda vel með því að ég hefði þurft að taka þarna síðustu réttstuðliftuna og liftuna undan var mér mjög létt þannig að ég vissi að ég myndi leika mér að þessu og tókna ég hamstringnum í liftinu og get ekki klárað hana sama tókninu og ég hefði tóknað ári á undan á æfingu. En þú fær 3 tilraunir fyrir allt. Já, og svo þingir maður alltaf milli lifta ef maður nær gildu, sko. Já, en ef að þú nær fyrstu vel, annari vel, þriðju ekki, þá gildir árangurinn á miðjunni. Já, bara þingsta liftna svo náður gildri. Og þannig að þetta rennur frá mér þetta sæti svona, en eins og ég segi, ég gat kannski ekki búist við miklu af því að ég fór mitt inn á mótið, hafði ekki getað undirbúið mig vel, en þetta var svona að birta til bara, heyrðu, þó ég sé að eiga mjög lélegt mót, þá er ég að fara að ná þessu markmiði og þá gerist þetta. Þannig að sumarið þetta var svona, fór svolítið heim með sárt ennið og með ónýta öxl og tóknaðan hamstring og sumarið svolítið bara búið að vera svolítið litað því að komast í gegnum þessi meiðsli. En svo er það ef við förum núna, tökum annan vingil að ég er búin að tala ég keppi klassískum kraftlyftingum en það er síðan líka hægt að keppi kraftlyftingum með búnaði sem er svolítið svona gamlaðferðin. Kraftlyftingar getur verið svona flóknar sko. Nei, þetta ég er svo hrædd með þetta hljómi líka svo flókið ég vona að ég geti útskýrt þetta vel. Þú útskýrir vel, ég skal bara vera að spyrja. Já, en það er svona eldra formið af kraftlyftingum. Keppt í sömu greinum nema þar máttu vera í svo kallum bekkpressu slopp eða, já, það kallar bekkpressu sloppur eða hnébeyju brók eða réttstuðliftu brók. Er það svona þegar fólk bara getur ekki hræft sig? Já, nákvæmlega. Þá er þetta ekki svona teygju spandex efni búningurinn, heldur er hann alveg, stífar þig alveg af. Og í staðin fyrir hnéhlífar í hnébeyjunni, þá máttu nota vafninga. Þannig að þú getur vafið stíft hnén alveg rosalega. Og ég hef ekki reynd mikla, ég er bara algjörbyrjandi og lítið pröfa kraftlyftingar með búnaði, þannig að ég er kannski ekki rétta manneskjan til að útskýra
það alveg, eða þú veist, ég þekki náttúrulega bara reglurnar en Já. kannski ekki upplifuna við að æfa það. En hún Sóley sem að hérna, Já, ég veit hefur- hvað hún er. já, hún hefur náð mjög góðum árangri þar og Einmitt. Júlían til dæmis, Einmitt. þau hafa keppt semst í kraftingum með búnaði og náð mjög góðum árangri þar, Já. sko. En þetta er svona, hvað maður að segja, klassískar kraftlýtingar er nýrri grein, eða, Já. já. Og það er ekki keppt, sko, þetta er sikkur mótin, það er Já. sikkur heimsmeistaramótin, sikkur Íslandsmeistaramótin, Já. þú getur ekki keppt með klassískar aðferð á móti manneskju með búnaði, Nei, af því að þegar þú keppir með búnaði, þá getur lift þingra. Já, þingra, af því að búnaðurinn hann styður svo vel við og eins og í hnébeginni þegar þú keppir með klassískar aðferð sem að kallast oft að keppa á kjötinu, þá ertu meira að keppa bara á þínum styrk Já, eins og ég er að keppa. þú keppur á kjötinu. Það er svona, já, maður Ok, vill vera fíla. svolítið svona rár, já, Já. keppa á kjötinu, þá bara ertu að keppa á þínum vöðvastyrk eða Já. þínu styrk að þegar þú ert til dæmis í hnébeyju að það er náttúrulega léttar að fara með stöngina niður Já. og það þyngra liftinu upp, bara eins og fólk kannast við sem hefur pröfað hnébeyju. Mm. En í búnaði að þú ert svo stífaður af að það getur verið erfitt að sko, þú ferð miklu hægar niður, það er erfiðar að fara niður Já, en svo skýstu. skýstu kannski meira upp eða kannski auðveldar að koma, þú veist, já. Og það er eins með backpressuna, það er Já. mikið erfiðar að ná stönginni niður í bringuna því búningurinn er svo stífur Já. en svo er Já. auðveldar að koma upp, sko. Þannig að Hversu fyndi var að fara í búningin fyrst skipti? það, sko, ég var örugglega Klæðið í hann, eða ekki? Jú, það er hjálp til að klæða sér og þú þarft rosa miklu meiri aðstóð þar og það væri mjög erfitt fyrir mig að æfa í búnaði eða ég er að æfa inn í hlöðunni því að þú þarft aðstóð við að klæða því og bara miklu meiri aðstóð við lyfturnar Já. og hérna þegar ég fór í þetta í fyrsta sinna að þá vældi ég örugglega allan tíman, þetta er svo óþægilegt, þetta er svo þröngt, þetta klípur mann allstaðar svona í handakrikan og svo þegar þú ferð úr búningnum þá ertu allur marinn eftir þetta og ég gerði ekkert annað en að væla, ég bara hvernig getið þetta, sko. Jæja, hér kom smá babb í bátinn því að restina viðtalinu sem var nú reyndar samt ekkert mikið en það klikkaði og ég hef bara búin að ringja núna í Kristínu, hæ Kristín. Hæ. Og við bara klárum þetta hér. Það sem að þú ætlaðir að fara að segja okkur frá næst var Íslandsmótið með búnaði. Já, ég keppti í fyrsta sinn í búnaði á árinu. Það var í mars að keppti ég IM í búnaði en við vorum reyndar ekkit vola margir keppendur og ég var eina konan en ég get samt sagt að ég sé Íslandsmeistari kvenna í búnaði en ég er algjör byrjandi þar en ég man ekki hvort við vorum búin að ræða það að ég var að reyna að komast inn á World Games. Nei, þú ætlaði að segja okkur frá því og þú ert með, það ekki auka séns til að komast inn á World Games með þessum hætti? Já, af því að ég var 4. á HM í klassík í ár og það eru bara fyrstu 3 sætin sem að komast á World Games og World Games eru sem sagt svona fjölgreina mót fyrir það sem að kraftliftingar eru fátaka þátt af því við erum ekki á ólympíuleikunum. Og núna í ár þá verður nefnilega HM í búnaði haldið á Íslandi í Reykjanesbæ núna í nóvember og ég er semst með þáttökur rétt af því að ég keppti á IM og náði svona alveg bara alltaf árangri. Þannig að það er svona, ég hef þarna auka sénst ef ég kemst á pall, það eru bara fyrstu 3 sætin í hvernig þyngdarflokki sem að fá sæti þá World Games á næsta ári og World Games á næsta ári verður haldið í Kína sem sagt og þetta er mjög spennandi mót en ég er náttúrulega algjör byrjandi og það er búið að vera líka svolítið svona babb í bátinn af því að ég er búin að vera svo mikið meidd og núna er komin september og mót í nóvember og ég er byrjandi í búnaði þannig að ég veit ekki hvað ég undirbúa mig en ég er orðin heil í dag þannig að ég er að komast á skrið en svo er bara spurning hvort að ég nái upp góðum styrk og að æfa mig í tæknina varðandi búnaðinn fyrir nóvember. Þannig að ég ætla að halda í opnu en svona, já, ég ætla ekki að lofa neinu. Ertu bjartsýn? Svona, það er smá svona dagamunir á því, sko. Ég, jú, þú veist, ég er án bjartsýnni núna af því að mér líður betur en svo vil ég samt heldur ekki fara fram úr mér og lenda aftur í einhverjum meiðslaormi. Þannig að ég ætla bara skipulega að koma mér á stað í þetta og reyna að vera skynsöm og sjá svo bara hvert þetta leiði mig. En þú ert búin að vera þá í einhverju meiðslu núna, en þú ert orðin góð, eða? Já, ég er allavega svona orðin betri og farin að geta eftir eðlilega. Ég er búin að vera í
langvarandi tímabili bara í svona endurhæfingar og sjúkara þjálfunar prógrami, en núna ég að komast á skrið að geta eftir eðlilega aftur. Ertu hjá sjúkraþjálfara þá í Borgarbyggð eða ertu að keyra í bæ? Já, nei, ég er bæði. Ég er hérna í Borgarnesi og svo kíkir hann hérna Róbert í alla stundum á mig og hann er algjör snillingur og hann hefur líka bent mér á sko að þú veist, hérna ég náði náttúrulega gríðarlegum miklum styrk mjög hratt og svo hef ég verið að lenda núna í svona langvarandi meiðslaröð með mismunandi meiðslum og þá eru svona veiku hlekkirnir að gefa sig sem að hafa kannski, ég hef ekki lagt eins mikla áherslu á að styrkja svona auka vöðvarnir og gera, þú veist, og bæði Róbert og þjálfari minn er að styrkja núna alla þessa litlu vöðva sem að hafa kannski svona dregist og lestin í að styrkjast með stóru vöðvunum. Og það eru þeir sem eru að meiðast og svo hefur hann Róbert líka bent mér á að hann talar oft það að kraftlyftingafólk séu svo gríðarlega sterk að vinna í einu plani, sem sagt alltaf upp og niður. Og okkur vantar stundum að styrkja okkur líka svona í öðru plani og öðruvísi hreyfingum, svona meira til hliðana og svoleiðis. Og við höfum líka verið að leggja svolítið áherslu á það. Og hvað ertu þá að gera? Ég meina, Einmitt, þetta meikar alveg sens, þú ert bara að hnepa upp og niður, réttstöðu niður og svo backpressi frá og að. Já, sem dæmi eins og að því ég er búin að vera með axlameiðsli, það eru núna nýlegustu meiðsli mína, þá erum við að taka svona rotator cuff æfingar. Já, svona akkurat svona meira til hliðana, af því að maður er kannski ekki akkurat að beita sér þannig í backpressunni, en þessir vöðvar þurfa samt að vera sterkir og í lagi, sko. Já. Þetta má ekki vera of einhæft maður þarf alltaf að hugsa alla vöðvana sem halda stóru vöðvana líka sko. Það er mjög típist að gleyma eitthvað í kringu það. Já, þetta vinna allt saman. Hvernig með næringu, því að nú ert að halda þér í ákveðnum þyngdaflokki og þess háttar ert að trakka onnið hvað þú ert að borða mikið og Já, ég er að því að trakka og það er náttúrulega bara til þess að reyna að hafa hlutvöldina næringu og orku sem jafnasta og líka ég þyngist ekki of mikið í svona off-seasoni þegar það er kannski langt á milli móta af því í kraftlyftingum þá tekur maður ekkert svo mörg móta á ári og það geta verið nokkru mánuður á milli móta og þá þarf að trakka stundum auðvitað þegar það er langt í mót þá er maður kannski latari við að trakka en maður verður bara að passa að líkamsþyngdin fari ekki langt upp fyrir þyngdaflokkin sem maður ætlar að keppa í og þetta til dæmis skiptir mig máli líka hvað ég er að taka inn mikið af próteini, auðvitað skipta öll næringarefnin máli en í kraftlyftingum þá er líka dreifingin á próteinunum yfir daginn af því það þýðir ekki að safna bara öllir í próteinintökunni í eina máltíð heldur þarf hún að vera svona dreifð yfir daginn svo að upptakan og nýtingin verði sem best og maður náttúrulega hugsa próteini sem uppbyggingarefni fyrir vöðvana og svo náttúrulega kolvetni sem orkuefni. Já. Og borðar meira af einhverju ákveðnu þegar þú færist nær keppni eða samsetning? Já, það fer svolítið eftir hvernig maður hefur samsetninguna líka bara hvað maður er, sko, ef maður er aðeins yfir í þyngdaflokknum að þá þarf maður kannski að skera niður kaloríurnar, reynir samt að skera kaloríurnar lítið niður en þá kannski minnkar maður kolvetnin aðeins og hækkar fitu og prótein af því að þegar maður tekur kolvetnin niður tímabundi þá fer meiri vöku úr líkamanum en ef maður hækkar prótein og fitu þá heldur maður sama kannski kaloríufjölda þannig að orkan, eða maður er ekki komin þá í undir í orku. En sko það verður maður að ræða vikt og eitthvað svona sko, þú veist, venjulega er nú þyngd svolítið feimnismál hjá konum, var ekkert svona smá aðlögun að mæta svo bara og vera bara eitthvað, ég er bara svona þung og eitthvað? Já, nei, sko, mér hefur ekki fundist það vandamál sko, en þetta er alveg góð punktur sko og svona líka kannski sko, maður getur líka hugsað að þetta getur leitt til kannski eitthvað óheilbrigðis hugsunar hjá konum að þær verður svo uppteknar af
viktinni og líkamsþyngdinni og verði með viktina svolítið á heilanum, en í svona kraftasporti þá samt eiginlega nauðsynlegt að hafa þyngdarflokka til þess að því það mjög ósanngjarnt að kannski manneskja sem 100 plus kíló að keppa við manneskju sem 57 kíló, að það náttúrulega aukinn styrkur með aukinni þyngd, sko. Og þess vegna verið að hafa þyngdarflokka þannig að það sé jafnari keppni og svo svona stigaformúla sem að hægt að reikna út stig miðað við líkamsþyngd og hvað þú lyftir þungt á móti. Ef ég myndi mæta með þér á æfingu og þjálfari þinn myndi vera bara eitthvað, já, og hvað ert þú þung? Ég bara farin. Já, en þetta, ég held þetta venjist, sko, þú veist, það ekkert alltaf verið að ræða þetta eitthvað á æfingum, en auðvitað fólk meira pæli í sig þegar það komið nær mótum. Og svo horfið þið náttúrulega á þetta sem styrk, þú veist, þið ekki að horfa á þetta sem kíló, þið að horfa á þetta sem, ok, hún svona sterk. Já, eða þá einmitt að, þú veist, það þarf líka að taka það inn í myndina eins og þjálfari og annað þarf að vita ef maður eitthvað óvinnu þungur og að fara í lokaundirbúning fyrir mót, að þá þarf líka að taka tillit til þess að maður þarf að vera að létta sig þegar maður kannski að taka þyngstu lyfturnar fyrir mót, að það sé bara ekki ómikið álag á líkamann, sko, af því það líka álag að vera að létta sig og vera í strembnum æfingum, sko. Þannig að, já, þetta bara... Það ert að kunna svolítið á þinn líkama. Já, þetta svolítið list að vera svona með jafnvægi þarna á milli, sko. En ok, framundan þarna, þannig að það HM í nóvember í Reykjanesbæ. Já, svona, ég held ég ennþá opnu, en ég ekki 100%, það væri voða gaman, en ég líka alveg raunsæ að ég náttúrulega byrjandi í búnaði og það ekkert víst að mér takist að finna út úr þessu á 2 mánuðum og koma mér bara svona í svolítið form aftur eftir meiðslin, sko. Þú samt svolítið spútning byrjandi, við höfum nú séð það. Já, þannig að, þú veist, mér dreymir að láta þetta ganga, sko, allavega. Okay. Svona einhver fleiri stórmót á næstunni? Heyrðu, svo í mars, þá EM og svo HM alltaf í júní á hverju ári. Og ég stefnaði þá að þó ég svo gjaldgeng í öldungaflokk að keppa áfram í opnum flokki, allavega meðan ég samkeppnishæf þar. En hvernig ferðu að með streituna út af því að svo ertu náttúrulega með langveikt barn líka? Hvernig raðar þessu allir svona? Hvernig balansar þessu? Sko það einmitt svona auka þáttur í þessu að vera með langveikt barn. Það náttúrulega krefst meiri vinnu. Hann þarf meiri hjálp við bara svona athafnir daglegs lífs og því fylgir líka meiri ferðir í bæinn og til alls konar lækna og sérfræðinga og það þarf að fara með hann í talþjálfun og sjúkraþjálfun og ýmislegt, þannig að þetta svona mikið auka alls konar skull og sækja og taka sér frí frá vinnu og þetta krefst bara þess að vera líka mjög góður í að skipuleggja sig sem að ég get sagt að ég sé mjög góð í. Það svona eiginleiki sem ég hef að það að vera góð að hafa yfirsýn og skipulag. Þeir eru í 1. og 3. bekk? Já, 1. og 3. bekk í Borgarnesi, grunnskólanum Borgarnesi. Hann ekki spenntur að vera byrjar í skóla? Jú, hann mjög peppað fyrir því, sko. Og það gengur mjög vel frá skólabyrjunni. Þannig að það lofa mjög góðu. Alright, en segðu mig þá annað, hvernig svona venjuleg vika hjá sterkasta dýralækni heims? Heyrðu, ég æfi í dag, þá æfi ég 4 sinnum í viku. Ég tek bekkpressu 3 sinnum, hnébeygju 2 sinnum í viku og réttstöðulyftu 2 sinnum í viku. Ég var áður með 5 æfingadaga, en ég og nýji þjálfarinn minn ákveðum að fækka þeim niður í 4. Og núna að því ég búin að vera meidd, þá hafa æfingarnar verið svona léttari og styttri. Þannig að ég hef oft reynt að taka margar æfingar bara á morgnana eftir að strákarnir eru farnir í skólan. Ég náttúrulega með svona hlöðugym heima sem var til í COVID-inu og reyni að klára bara æfingarnar þá, því það svo gott líka að vera ekki að taka tíma af seinni partinu þegar strákarnir eru komnir heim úr skólanum, að vera búin að þessu. En þegar ég samt komin í þyngri og farin að nálgast undirbúning fyrir mót, þá fer ég annarkvort, fer ég mikið út á Akranes og æfi með félaginu mínu þar, eða ég keyri stundum í bæinn öðru hvoru og æfi þar.
og þá tek ég mér eiginlega bara hálfan dag í frí frá vinnu og er bara að æfa. Og það er bæði bara að fá aðstoð, að hafa spottera og áréttingar í bekk og spott í bekk og beygju og líka bara svolítið peppið og félagsskapinn. Af því að það var svona að gefa manni aukna orku. Þeir eru ekki að hendi shoutout á bara eiginmanninn, sko. Jú, hann kemur oft með mér í hlöðuna og er að rétta á mig þar og svo er hann náttúrulega, sér hann strákana á heimila meðan ég er að stúsast í þessu. En ég reyni að gera þetta samt alltaf sem mest á skólatíma hjá strákunum, þannig að þetta taki minna af frítímanum seinni partinn og setji meira álag á aðra. En já, bara Kristín mín, takk kærlega fyrir að gefa þér 2 sinnum tíma með mér. Já, takk fyrir að hafa mig og ég voru með mitt að tala um það að ef ég næ mér ekki að strika aftur í kraftliftingunum, þá kem ég bara í comeback-program til þín í frjálsum. Já, ég gríðlega mikið til í það. Já, herðu, en bara takk í dag og ég ætla að fá bara enda á að þakka samstarfsaðilum Klefans, Lemon, Auður, Útilíf, Hafi fiskverslun og Nutrilink. Kristín mín, við sjáumst fljótlega. Já, takk fyrir mig, takk fyrir að hafa mig. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Klefinn með Silju Úlfars.